Birgir Þór Karlsson. Birgir, þú ert nú eina gæsalappa gamall reynslubolti úr fótboltanum, spilaðir lengi fyrir Þór. Birgir, ertu hann að spá í fótboltasumari 2013? Nú eru strákarnir okkar konið eftir deild. Hvernig líst þér á þetta? Já, mér líst bara alveg rosalega vel á sumarið hjá strákonum og gott að þeir skuli hafa farið strax beint upp aftur. Stóðu sér mjög vel. Ef ég myndi rökkað spá, hver heldur að liðið gæti endað í sumar? Ég er mjög bjartsýnn fyrir sumarið hjá Þór. Þetta er baráttu lið og sterkir strákar. Ég vil meina að þeir verði bara örugglega sirka miðja deild eða standi sér vel. Það verði ekkert basláðum? Nei, ég hef ekki trúið því. Ég held að þeir verði sterkir hérna á heimavelli. Við ertu búin að fylgjast með til dæmis leikjónum í vetur í Lengjubikar. Hvað heldur að sé eitthvað lið sem er eftir að koma óvart í sumar? Nei, ég hef nú ekki verið nógu duglegur með að fylgjast með í vetur nema bara mínu liði hérna en ég þori nú ekkert að segja til eitthvað spútninglið eða eitthvað svoleiðis sko, nema bara okkar menn þá. Væri það ekki bara vel við hæfi? Jú, mér finnst það. Ég hef trú okkar Þór í sumar og bara held þetta að verði mjög gott sumar. Birgir, nú hefur Þórshöllurinn á síðust árum verið mjög gríðarlega og bara sterkur og oft flotta stuðningsmenn. Heldur að það muni skipta sköpum í sumar? Já, ég er alveg sannfærður það. Heimavöllurinn skiptir öllu máli fyrir okkur til að standa okkur vel og verðum bara að vinna alla leiki á heimavelli og stuðningurinn er til staðar og geta hann líka. Þannig að þú er svona heilt yfir bjartsýnn fyrir sumari? Já, ég er mjög bjartsýnn með sumari í sumar. Strákarnir eru búin að byggja á reynslu núna og þetta er bara bjart framöndan. Birgir, ef ég rökkaði svona bara rétt í blá lokin, þú ert nú ennþá barnunguleiku, langar ekki stundum inn á þegar þú ert að horfa á boltan? Jú, eiginlega bara alltaf sko. Mér finnst ég ekkert vera orðinn of gamall til að vera þarna sko. Hætti aðeins svo snemma En nýtur þess að fylgjast með? Já, ég er bara vegna vinnu þá náttúrulega er ég ekki nógu mikið hérna. Birgir, ég segi bara takk fyrir og áttu gleðilegt fótboltasumar fyrir höndum. Já, takk sömuleiðis og áfram Þór bara. Takk. Jón Stefán Jónsson, þjálfari Hauka í dag, en Þórsari inn við beinið. Jónsi, ætlar að reyna að gefa tíma til að horfa á stelpurnar okkar eitthvað í sumar? Rétt eins og með strákana þá ætla ég að reyna að sjá bara alla leiki sem ég kemst á og vonandi eru það bara flestir leikir sem eru þar að segja út til leikina. Ertu bjartsýnn á sumari fyrir hönd stelpnanna okkar? Það er náttúrulega sjálfsögðu bjartsýnn. Við náttúrulega erum með hörku lið og verðum án efa í þessum topp 3-4 sætum. En það er alveg, segir saga, það er erfiðar að verja titil heldur en að vinna hann í fyrstu. Það getur ekki verið kalt á toppnum? Það getur verið kalt á toppnum alveg klálega og sérstaklega eins og núna, það vilja náttúrulega allir vinna Íslandsmeistarana. Jónsi, nú byrjaði Lengjubikarinn ekki vel á stelpunum en það virðast vera að finna sér núna, þannig að það kannski gefur góða von. Já, ég hafði engar ágjur þó að Lengjubikarinn byrjaði ekki vel, menn við döttum öllu leikjum þar í fyrra og það truflaði ekki í Íslandsmótinu. Það er náttúrulega veit allir að útlendingarnir eru hreinn til að styrkja liðið og þegar það er komið þá styrktist liðið nákvæmlega sá að gera og ég reyna eiginlega bara, get sagt það, ég var nokkuð ánægður með úrslitin Lengjubikarnum þó við höfum verið að tapa, þá eru greinilega okkar stelpur að koma inn hægt og rólega, við hefum tapað þessu leiki fyrir 4-5 árum, 10-15 ár, við vorum þó ekki tapað svo stórt. Breytingarnar á liðinu eru ekki svo miklar og það þú hlýtur að hafa brosað einu með þegar fréttunum komið að Marta myndi vera með okkur í sumar? Klálega er allra besti útlendingur sem við spila á Íslandi og virkilega frábært að fá hana heim í Þór KA og ég sé ekki alveg ef að liðið okkar helst heilt og spila eitthvað svipað því sem það gerði í fyrra og sé ekki að hvernig það er í annan titil. Já, þú þér finnst það ekkert fjarrænt að fjarlægu draumur að liðið haldi bara sjáu til þess að bikarinn verði áfram í Hafrí? Liðið okkar er þannig séð betur mannað enn í fyrra. Við erum með stelpur sem eru 1 ári eldri og reynslu ríkari og fáum möttuð heim, þannig að okkur ættum við ekki að verja titil.
Og svo ekki, og svona náttúrulega á það að þó þessu eldri, eða sko árinu eldri og reyndari að það urðu Íslandsmeistari í fyrra og það má ekki gleyma því að það var engin tilviljun. Það var engin tilviljun, en það voru einfallega bara besta lið og sýnt það með frábærum úrslitum, sérstaklega í seinni umferðinni, að töluðu allir að við ættum erfiðustu liðin innan gæsalappa eftir útivelli og við náðum, já, ég held að við unnið öll, ef ég maður rétt, og það var ekki flókið. En þú ert bara bjartsýnn á sumari? Menna, eins og ég sagði, ég bjartsýnn maður og engin ástæði til annars en að vera bjartsýnn í sumar. En svona bara einn auka spurning í lokin, hvernig kemur Jónsi til leiks með Haukalið? Verður þið betri í ár en í fyrra? Það er bara rétt eins og Þór Káa, við erum betri mönnu en í fyrra, þannig að við ætlum okkur að sjálfsögðu að berjast að komast upp í eftir. Jónsi, takk fyrir spjalli og gangi í vilusumar. Takk sömuleiðis.